Í sýnidæmi 3 er tveimur spilateningum kastað og við eigum að finna líkurnar á því að summan sem komi upp sé deilanleg með 4. Og þessi tafla er hérna gefin í upphafi dæmis. Við lítum þannig á að þetta séu allir þeir möguleikar sem geta komið upp á fyrsta teningnum. Og þetta séu allir þeir möguleikar sem geta komið upp á seinni. Og við byrjum bara á þessu. Ef við fáum 1 á fyrsta teningnum, þá þurfum við að fá einhverja tölu á seinni teningnum sem gefur okkur summu sem er deilanleg með 4. Þannig að ef ég fæ 1 á fyrri, þá er í lagi að ég fái 3 á seinni. Og það er ekki fleiri möguleikar í boði. Hvað var það sem beðið er um? Ef ég fæ 2 á fyrri teningnum, þá get ég fengið líka 2 á seinni. Ég get líka fengið 6, þannig að 2 + 6 eru 8 og sú tala er deilanleg með 4. Ef ég fæ 3 á fyrsta, þá get ég fengið 1 á seinni, fæ summu upp á 4. Eða 5 á seinni, þannig að ég fengi þá summu upp á 8. Ef ég fengi 4, þá þarf ég að fá 4 á seinni teningnum. Ef ég fengi 5, þá þarf ég að fá 3 á seinni. Og ef ég fengi 6, þá get ég fengið 2, þar sem ég fæ þá summuna 8, eða aftur 6, þar sem ég fæ þá summuna 12, sem er vissulega deilanleg með 4. Það er stöðvar x. Og þá er ég komið 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 möguleg köst sem myndu gefa mér summu sem væri deilanleg með 4. Og það sem ég sé að þessi tafla hérna gefur mér allar mögulegar niðurstöður á því hvernig niðurstaðan getur verið ef ég kasta 2 teningum. Ég sé að þær eru 36 talsins. Þá gerum við þetta svona. Ég er með 9 mögulegar niðurstöður sem gefa mér tölu sem er deilanleg með 4. 9. Deilt með heildarfjölda mögulegra niðurstaðna sem eru 36. Svona. Það er 25%.